Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að tala aðeins hérna við gott fólk geðheilbrigðismál. En til mín eru komið bara úrvalslið. Það Elín Ebba Ásmundsdóttir, varaformaður Geðhjálpar og sem sagt rekur hlutverkasetur. Ægir Máni Bjarnason, tónlistarmaður og félagslið og fleira. Velkomin. Og Karl Kristján Davíðsson, líka tónlistarmaður og listamaður. Og Kolbrún Guðmundsdóttir fyrirgeðu, sem kona Karls og hérna, já. Aðstandandi og kennari, já, einmitt, takk fyrir. Hérna, við uppöfum þér inn hérna á síðustu stundu, þannig að hérna, velkomin. Hérna, sem sagt, svona kveikjan að þessu, því að ég kallaði ykkur hérna til, var að hérna Karl var sem sagt hjá mér í viðtali hérna í hiphop-varpinu og kom með hérna áhugaverða sögu hérna sem sagt að hann væri að starfa sem jafningi hjá geðdeildinni, það ekki rétt hjá mér? Jú. Og stuttu síðar þá les ég grein eftir Elínu Ebbu sem birtist á Vísi hún nýlega sama málefni. Og hérna svo hefur Ægir Máni mikið tjáð sig geðheilbrigðismál og sérstaklega svona fordóma gagnvart fólki sem glímir við geðrænar áskoranir. Þannig að ég eiginlega bara, já, ég kannski byrja á þér Ebba, þannig að þú hérna ert sennilega kunnugust þessu jafningjaprógrammi. Geturðu sagt okkur frá því? Sko, ég náttúrulega búin að vera í þessum geðbransa frá 1979. Akkurat. Það kannski voru ekki fætt hérna sum. En að því ég í þjálfi þá maður alltaf að reyna að finna sko eitthvað sem hefur þýðing og gildi fyrir fólk og vinna eitt af mikilvægasta fyrir okkur Íslendinga. Það ekki bara það hérna gefur okkur pening, heldur líka skapa það ramma og maður tilheyrir hópi fólks og hefur þannig tilgang og svona eitthvað til að vakna til og fara í sturtu. Og það var mjög snemma að hérna af hverju var ekki fólk ráðið sem hefði reynslu og mikið af ungu fólki sem dettur úr skóla það oft verður út undan að því að það kannski næri ekki menntun vegna geðrana vandkvæða en það ekki metið svo reynsla sem það gengur í gegnum og maður var svona að berjast við þetta í fleiri ár. Svo fyrir 2 árum þá var ungu maður sem að rís hérna upp og tengist hérna erlendum svona félagsamtökum og fer að bjóða upp á námskeið sem heitir Intentional Peer Support og þetta sprottuð upp frá sem sagt, manneski sem hefur sjálf reynslu og það víða í heiminum að spretta upp svona sko, það löngu, sko, við erum bara alltaf aftarlega meira en hérna en það sko löngu byrjað en það sem að hefur breytt miklu hér heima að það eru námskeið sem eru sem sagt, viðurkennt hérna alþjóðleg námskeið og það var komið sem sagt kennarar erlendis frá og að þjálfa Íslendinga hvernig þú nýtur reynslu þína í starfi og þetta kemur ekkert í staðinn fyrir fagfólk þannig að fagfólk þarf ekki að hafa ágjörð af því að við séum að taka yfir og þeir séu bara óþörf heldur þetta bara til þess að gefa meiri vídd og meiri val og jafningjastarfsmenn þeir eru uppteknir af tengslum og að læra hvort öðru og þetta skiptir miklu máli í sambandi við að því að við vorum núna með ráðstefnu Geðhjálp sem hét hérna samfélagslega breytingar kom tími til að það var til þess fólk sem heyrir raddir og skynjar öðruvísi að það hefur alltaf verið sagt að þessi sjúkdómur en ef að kemur jafningi sem hefur svipaði reynslu þá þetta hluti af persónuleika viðkomandi þetta kannski raddir sem að vanda þig en yfirleitt byrja þessar raddir að því það hefur eitthvað komið fyrir þig áfall eða eitthvað svona en hingað til hefum alltaf talið þetta sem eitthvað slæmt. En ef að fólk skilur hvaðan það sprettur og hvaða þýðingu og við hvaða aðstæður þetta kemur, þá þetta að vinna með þetta og þetta líka eflir svo fólk að í staðin fyrir þú að segja þú ert sjúklingur, þetta eitthvað sem slæmt, þetta eitthvað sem við ætlum að bæla niður. Nei, þetta eitthvað sem þú getur unnið með og lært af og ef það kemur jafningi, þá nálgast hann þetta á annan hátt. Og að því ég held svo langar ræður sko að hérna ég rek líka hlutverkasetur og það bara svona opin virknimistöð en það eru flestir núna sem í vinnu hjá mér jafningjar og það bara
gefur staðnum svolítið allt annan, fagfólk líka gott, það ekki það, en að því ég bara með svona virknimiðstöðar sem að fólk velur sig hvað það tekur þátt í, að að þá svona nálgunin önnur, þetta einhver svona annar skilningur og ég hef mikla trú á því að þetta eftir að betast og núna eins og Landspítalinn farin að ráða jafningja og geðheilsustöðuna líka, mjög gott, en við viljum líka hafa þjónustu sem bara rekin að jafningjum og hafa það sem val fyrir fólk sem ekki vill til dæmis leggjast inn á geðdeild og ræðu við það. Svo það svona baráttumál hjá okkur í geðhjálp, það að koma á svona skjólshúsi eða jafningjahúsi, svo það næst. Já. Og það gott að þið sem við búin að fá þjálfun á Landsanum. Já, algjörlega. Þá verður, þá hafið þið fram yfir ef þið sækjuð eða svona húsverið sett. Já, það er mjög mikilvægt. Við verðum núna að treysta bara heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið að nú eru komna konur þar í fararbroddi að þær sýna þessu skilning og áhuga. Já. En þetta er ekki gott innlegg. Þetta er mjög gott innlegg og við kannski fer þá næst yfir til þín Karl. Já. Að því að nú hefur þú starfað sem svona jafningi. Já. Hvernig hefur þín reynsta af því verið? Hún hefur verið bara mjög góð. Mér finnst mjög gott að starfa þarna á spítalanum og gott fólk sem er að vinna þar og ég hef gaman af því, þetta er svo mikilvægt sem Ebba sagði að þegar jafningi er þannig að við erum ekki að koma í staðinn fyrir lækna og geðhjúkrunarfólk fólk og þannig. Heldur erum við bara svona flóra inn í spítalanum bara sem að hugsa meira að bara rétt tengslin, þú veist, og mannlega hliðina á þessu, það sem að maður er núna hinn megin við borðið frá því áður var og nálgast þetta þá út frá því að maður sjálfur hefur þessa reynslu að eiga eða glíma við geðrænar raskanir og það er náttúrulega alveg bara mjög mikilvægt að geta sýnt stuðning og hjálpa til með þeim skjólstæðingum sem er opnið fyrir því, þú veist. Þannig að þetta hefur reynst mér allavega líka sjálfum vel að hafa þetta hlutverk og geta nýtt mína reynslu á jákvæðan hátt. Þannig að ég er náttúrulega þannig að þegar ég veikist þá náttúrulega get ég ekki lengur verið í námi og vinnu og svona og maður er í einhverju allt öðru lífi en flest allir aðrir og þá spyr maður sér núna, þú veist, hvað get ég gert til þess að nýta þessa reynslu á jákvæðan hátt og uppbyggilegan út af því að maður hefur ekki sömu forsendur fyrir starfi út í samfélaginu og aðrir eftir þannig reynslu. Já. Þannig að það liggur beinast við að maður sé í því sem að maður hefur upplifað sjálfur og nýta það, þú veist, til starfa. Já. Og ég hef alltaf nýtt myndlistana mína reyndar alla ævi. Já. Mikið, en þú veist, hún hefur verið mjög þerapísk fyrir mér líka. Já. Og það er bara eitthvað sem ég held áfram með líka. Já, akkurat. Já, þú talaðir einmitt það í viðtalinu okkar, sko, að þetta hefur svona svolítið tóðið upp úr. Já, og svo er bara gríðarlega mikilvægt svona grasrótarstarf út í samfélaginu eins og hlutverkasetrið sem Elín Ebba er með og hugarafl og fleiri úrræði og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir alveg fjölda fólks sem að glími við gerðana erfiðleika eða þetta er á einhvern nátt út úr svona venjulega rytmanum út af því að það er ekki allir heppnir kannski með bara aðstæður og tengsl og þannig og þá er svo mikilvægt að það sé fólk sem er tilbúið að grípa mann, þú veist, og hjálpa mann og styðja mann. Fólk sem kannski skilur. Já, sem skilur þetta og þannig. En það er af því það er engin töfralaust til, þú veist, við öllum þessum vandamálum og öllu því sem maður getur lent í og þannig. Já. En það er ótrúlega mikilvægt samt að reyna að koma með það aðstoð sem hægt er til að lina þjáningar og hjálpa fólki að takast á við, þú veist, lífið og þannig með þessum veruleikar sem við erum í, þú veist. Já, einmitt. Já, það var svo sagt,
ég einmitt fekk svona svolítið hugmyndin einmitt að fá æginga líka því að þeir eru báðir tónlistamenn Já, og einmitt. kannski í svona svipuðum tónlistabransa líka, þeir eru báðir í hiphopinu já, og einmitt. mér langaði aðeins því að þú hefur tjáð þig einmitt svona fordóma og í kringum já, það að Já, vera upplifa geðrænar áskoranir einmitt. og tekur þú undir með Kalla, finnst þér tónlistin hafa Já, tónlist alveg, þú veist, hún er therapeutic, alveg klálega, sko, og líka, þú veist, teikna og mála og eitthvað svona, mér finnst það oft alveg rosalega róandi, sko. Já. Og já, þú veist, ég, búinn að vera svona mikið einmitt að sækja í list og svona núna, út af að ég hef verið svolítið svona milli í kerfinu, ég var á endurhæfingu og hjá gegnum geðlækni en hann deyr úr krabbameini og ég svona lendur svolítið að milli í kerfinu, að bíða eftir geðheilsuteymi og hef ekki verið með endurhæfingarlífeyri að meðan og svo, ég hef verið bara að fá framfærslulán hjá sveitarfélagi og þetta svona sem ekki há upphæð. Nei, en og svo hafði ég einhvern veginn verið að díla við heimilisleysi líka á tímabilið, þurfti að búa hana inn á ömmu mín og afa og líka svona bara milli einhverja sófa á tímabili og svo ég núna í húsnæði, ég að passa hesta og hænur og fæ að vera í þessu húsnæði á meðan fritt. Það hljómar dásamlega. Já, það er yndislegt, sko. Og í rauninni svona á meðan maður bara einhvern veginn meðan maður, sérstaklega þegar maður hefur ekki einhverja endurhæfingu eða eitthvað prógram kringu sig þá verður maður bara að einhvern veginn að reyna að halda sér sein með að bara svolítið einmitt gera tónlist og teikna og lesa og eitthvað svona og svo ég að reyna keypti mér handlóð til að hreyfa mig og Já, einmitt. Já, en það er svona, já, og svo náttúrulega svo hef ég svona verið að tjá mig svolítið á netinu undanfarið einmitt með út af því að vita alveg, ég hef alveg verið opinn með það að ég sem er bipolar 2 og það hefur alveg sést hjá mér stundum, að ég kannski ég hef alveg verið í mani og verið að tjá mig á netinu og svona, en ég teki eftir því undanfarið að það farið svolítið svona bara ég kannski skrifa bara einhverja í bara almennum umræðum, kannski verið að rökræða pólitík eða eitthvað og ef einhver fílar ekki rökin mín og þá bara eitthvað svona kastað fram að mér bara eitthvað ertu í maníu eða þarf þú ekki að fara að taka lyfið þín og ég finnst þetta svolítið áhyggjuefni að samfélag sé einhvern veginn farið að verða svona svolítið fordómafyllra þetta er ekki eitthvað með að við hafa svona ákveðin vitundarvakning í geðheilbrigðismálum ekkert fyrir svo lengur síðan og svo þegar maður er farin að taka til þessu af manni finnst það svona smá bakslag í það allt tek alveg undir það og þegar ég sagði að hljómaði yndislega og meinti ég bara hænurnar á hestana ég veit það er ömurlegt að vera heimilislaus en þetta er einmitt ofta eitthvað sem helst svolítið oft í hendur einmitt þegar fólk er að vinna sig upp úr svona veikindum að þá einmitt er það oft heimilisleysi og það er fjárhagsörðuleikar og ýmislegt sem að einhvern veginn tekur við því Það er svo mikilvægt að samfélagið sé umbunarlynt og að það sé ekki mikil fáfræði þessa hluti. Já, akkurat. Það þarf að raun og veru er til að lýsa því. Já, það er mjög mikilvægt að fólk sýnir skilning á mjög mörgum svona mörgum flötum bara hvað þetta varðar allt saman. Þetta kannski svona leiður okkur aðeins yfir í aðstandendurna af því að nú er ég líka aðstandandi og
það rosalega flókið hlutverk og þess vegna finnst mér þessi samræða svo mikilvæg líka hérna sérst að bæði aðstandendur og hérna og sérst notendur þjónustu séu hérna að tala saman og hérna þú veist ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja vegna þess að þetta svo þú veist, þetta svo djúpu vandi líka að vera aðstandi, maður veit ekki alveg sko stundum hvenar maður á að grípa inn í, stundum maður hrættur við að gera hérna espa upp einhvern veginn vandamálið. Já, ég held bara að það ótrúlega mikilvægt, finnst mér allan og hefur þótt að við erum alltaf bara með heiðarleg og opin samskipti. Sé bara alltaf svona ákveðin díalógur alltaf í gangi. Hefur mér þótt allan og ég hef alltaf bara verið óhrædd að hérna spurja bara hvað í gangi ef mér finnst vera eitthvað í gangi af því þá getur hann alltaf ef þú veist þá allan að hvað með svona líka það er bara svona ákveð tröst í gangi sem að skipti máli maður opnar sig fyrir að ræða ýmislegt það er svona hjálplegt Já, það er náttúrulega held ég númer 1, 2 og 3 það er að opin samskipti Já, ég held að kannski vera okkar svona gæfa í gegnum Já, við náttúrulega þegar ég veiktist núna aftur svona alvarlega 2018 þá náttúrulega voru það samskiptin sem að hjálpuðu mér mest bara enn og aftur tengsl ákveða sko að verða heiðarlegur alveg, þú veist, bæði við sjálfa mig og líka náttúrulega vera bara heiðarlegur í samskiptum mínum og okkar og líka við geðheilbrigðisfólkið og þá sem voru svona að styðja mig og konuna mín náttúrulega var að styðja mig alveg gríðarlega og fjölskylda mín en hérna það er þessi heiðarleiki sem að skiptir alveg ótrúlegu máli, þú veist, en það er oft erfitt, þú veist, að horfast í augu við veikindi, þú veist, hverju maður getur treyst og hvað maður getur sagt og þannig. En til að bæta við þar að því að hérna hlutverk svona jafningja eins og inn á spítala að við geðhjálpi höfum líka verið að leggja áherslu á að það sé dálítið annað vinnulag þegar fólk veikist þá er oft tekin einn útur og viðkomandi er vandamáli sem þarf að gera eitthvað við en annar staðar og Finnar byrjuðu á þessu þá voru allir aðilega kallaði til ef eitthvað gerist, einhver veikist og svona og þeir hafa það sem prinsipa innan 24 tíma ef það er til dæmis geðrof það sem að missir raunveruleika tengsl að þá eru kallað til aðilar sem eru nánir viðkomandi, það getur verið eiginkona, móðir, systir, bróðir og svona og svo líka ef maður tekst það ekki þá eru oft jafningjarnir eins og inn á spítalanum þeir kannski setjast með viðkomandi og spurja hvern vilt þú hafa með á fundunum hvað má tala um og ekki tala um þannig að viðkomandi upplifi hann sé við stjórn algjörlega því venjulegast er það við fagfólkið sem segjum þér eða þér hvað ykkur er fyrir bestu en þannig er reynt að setja aftur valdið í að því þú sem þarft að stjórna þínu lífi og það er líka öryggi fyrir aðstandendur þá vita þeir í hvað hlutverkum þeir að vera af því að ef þú undirbýr með jafningja þá er hann kannski sem hjálpar að segja mist óþægilegt til dæmis að vera að tala um þetta og þetta málefni ég vil ekki nota það í svona fund og þá er jafningin með á fundunum og hann passar alltaf upp að það sé farið eftir fundar svona gerðirun eða hvað er ákveðið en þetta þarf að koma miklu meira af við verðum sko að verða alveg fullkomlega frelsi hvers og eins við getum aldrei þvingað neitt til þess að læknast eða eitthvað þannig þú veist, eða En það munar rosalega miklu að það sé samábyrga því að það eru aðstandendur sem fá viðkomandi aftur í hendurnar það eru þeir sem elska viðkomandi það eru þeir sem vilja gera vel en stundum veit maður ekki eins og þú segir hvað á að gera en á svona fundum þá er tekin sameiginlega ákvörðun og þá er til dæmis ákveðið þarf viðkomandi að fara í lyf, hvað finnst ykkur það þarf að svefnlyf kannski viljiði innlögn og þá kannski segir afinn eða frændi, nei ég skal prófa nú nokkur dag, skulum fara í sund saman eða göngutúr skiljiði, þá en þetta er oft þetta svona teimi sko í heilsugæslunni það sem er áður og leggst inn en það verður bara útfærað á einhvern annan hátt hér á Íslandi en það er alveg hægt en annar langar með að segja ykkur þegar þeir eru svona listamenn að því ég var hérna í Noregi núna fyrir nokkrum vikum sem fulltrúi geðhjálpar
af því að þeir eru að koma af stað það sem þeir kalla listseðla. Þið vitið hreyfiseðlana, það svona eldra fólk og svona skrifar heimilislæknirinn að þú að hreyfa þig 3 sinnum í viku og þá farið kannski að fara einhverja heilsugæslustöð. En núna eru þau búin að finna út, heilsugæslulæknar í Noregi og Svíþjóð og Danmörku, að þeirra nálganir eins og kannski að skrifa út kvíða eða þunglyndislyf eða skráði í hugræna atferlismeðferð eitthvað svona. Það bara ekki nóg. Það þarna hópur sem að ekki getur nýtt sér þetta. Og ég veit ekki hver byrjaði á þessu, en ég held að það hafi verið kona, heilsugæslulæknir í einhvers staðar rétt hjá Gautaborg eða Malmö, ég hitta hann nú, eldri kona, sem tók af skarið og vildi gera einhverja pröfu og ég vona við Ísland fáum að taka þátt í þessu, þá ef þið farið til heimilislæknis, þá skrifar hann út svona listseðla og í því fólki að þú tekur þátt í einhverju listsköpun eftir áhugasviði, en ert kannski 3 sinnum í viku, 2 tíma í senn, í 8 til 12 vikur og þeir eru núna að setja rannsóknarteymi og þeir eru byrjaðir til þess að sjá áhrifin og áhrifin eru gífurleg og það er ekki bara það að þú sért að skapa list, heldur líka eftir tengslu við aðra. Já, ég meina þetta er eitt af því sem að ég gerði, þú veist, það er hluti af mínum bata. Ég kom þannig eftir innlögn inn í til dæmis hlutverkasetrið og var þar bara næstu 3-4 árin, allan að 3 eitthvað þannig, í listsmiðinni. Var svona mjög mikið þar, jafnvel hverjum degi eiginlega bara langan tíma sko og hérna það virkar mjög vel fyrir mig að vera í listsköpun. Og svo fórst í Listaháskólann. Já, svo fór ég í myndlistarskóla Reykjavíkur. Já, og svo tókstu eitthvað styrk frá Reykjavíkurborg og varst með því fólki og var að mála veggi. Og málaði veggi með fólki og ég hef hennan áhuga að sjá sko listsköpun hérna hjálpa fleiri menn sjálfur mér. Þannig að því að hún hefur hjálpað gríðarlega. En við þurfum að koma þess inn í heilsugæsluna en nú eru ég að fylgjast með hvað þið gera sko Danir, Normenn og Svíar og hérna við viljum ekki vera eftirbátar hér að það sé hægt að skrifa út listseðla. Svo líka bara eins og þetta með skjólhús og þannig hugmynd, sem er mjög góð hugmynd, það líka að hugsa sko umhverfi hérna staðarins að það sé fallegt og svona heimilislegt notalegt og svona, og að list sé hluti af þessum stöðum á svona skjólshús eða á spítalum og mikil samvera mikil samvera og svona reynda að hafa hlutina bara eðlilega, þú veist. Þegar maður hugsa geðdeildir þá náttúrulega sér maður eiginlega bara hvíta veggi og svona. Já, ég man eftir í sko, þetta er náttúrulega kannski svona ranghugmynd hjá mér en þetta var samt þannig að þegar ég var yngri og var mikið veikur og svona, það fannst mér oft ég vera, þú veist, það var eitthvað ég sem að mér fattar mig og tók þessu allir rosa svona persónulega, þú veist, þannig að það var alltaf eins og ég væri bara einhvern veginn hálfpartinn fangi eða þannig en þú veist það hefur nú breyst samt. Ég mitt fór inn á geðdeild núna í desember hérna og þetta var alveg svona svolítið stórt svona episode hjá mér sko. Þurfti að koma hérna sjúkrabíl, eða þurfti að reyna að skvilla með sjúkrabíl út á geðdeild og hérna og já og sko fyrsta sem ég sagði þegar ég kom hana inn var okkur er ekki búið að, þú veist, endur hanna svona húsgögnin eða eitthvað sitt svona meira næs húsgögn eða eitthvað, þetta er svo kallt rými. Góður punktur. En, þú veist, og þau hlógu bara sko, fannst þetta bara fyndið, en þetta var bara fyrst sem ég var að pæla í sko, en mjög heilbrigð hugsun. Já, og mann svona líður pínu eins og maður sé að eitthvað svona já, þess að mér fannst samt sko, þú veist, út í að fyrir þetta, seinast sem ég fór að geta fyrir þetta þá fannst mér sko starfsliðið vera orðið miklu meira svona pró eða þú veist sem mér fannst sko kannski aðeins skorta fyrst þegar fór að geta ég er líka mjög þakkláttur fyrir allt starfsfólk Klepps og Landspítalans fyrir bata sem ég hef náð og einmitt hlutverkasetri líka og hugarafl þannig að þess að þú veist fjölskylda og vinir maður heppinn að svo mörgu leyti en hérna
það þarf alltaf að bara halda líka áfram að gera þessa hluti. Já. Það voru með 4 myndbönd hérna á ráðstefninu núna fyrir helgi og það var allt fólk sem hafði reynslu inn á getum, auðvitað reynslan mismunandi. Já, en það sem var samnefnari hjá þeim var að þau upplýðu stundum svo ef þau þurftu á öðru fólki að halda, þú veist, þau kannski gátu ekki svo að vera að biðja um lyf og ef að lyfin virkuði ekki, þá var eins og væri búið að, sko, ef að það virkaði ekki í lyfin, þá var eins og væri ekkit annað, en það er svo mikilvægt einmitt að starfsfólkið hluti af umhverfislækningum eða hvað maður á að segja, hvernig samskipti og einmitt þetta upplýki að þetta sé þér að kenna, heldur, þú kannski hefur þú orðið fyrir áföllum þegar þú var barn og það getur svona, sko, að maður treystir fólki og... Já, það skapar svona alls konar tvísturinn í huganum. Ég upplifði svo mikið einmitt með starfsfólki og svona að við værum öll saman í svona liði. Við værum bara öll að starfa, þú veist, við vorum öll einhver ákveðin hlekkur, Kalli var ákveðin hlekkur og við vorum öll svona að finna við þurfum líka einhvern veginn öll að vera svona á jörðinni þegar maður ætlar að ná bata þá þarf maður að vera á jörðinni þú veist, og maður þarf að vera í þessu þorpshugsun að við séum öll að hjálpast að þú veist, ég hef eitthvað fram að færa og þið eitthvað fram að færa og við reynum að gera sem best úr sem hægt hverju sinni. En hugsaði Kitty núna, nú allt í einu reynslan þín áttir eftirsóknarverð að þú getur fengið starf af því að þú hefur reynslu á að hafa mistökin ekkert einmitt. Þetta alveg nýtt og þetta ofboðslega jákvætt af því þarna erum við að virkilega nýta mannauðinn það þýðir að maður sé ekki alveg gjaldfelldur bara út af því að maður sé með geðrana raskanir, ég greindi með geðklofa sjálfur. Og líka núna nýtt, svona, hvað kallaði þetta? Það er að koma eitthvað nýtt örorkumat, ég veit ekki hvað kallaði, má ekki segja starfsgetumati, þá er eitthvað svona, var allt vitlaust á það máli. Raunfærni mat. Ég veit ekki hvað þetta heitir, en það skiptir þessu máli. En það er að byrja núna að þá er lagt áherslu á það að maður getur unnið miðað við áhuga og getu hlutastarf. Það er mjög mikilvægt. En svo haldi utan með að maður missi ekki, að maður sé ekki metin hálfur öryrki eða heill öryrki og svona. Það er hættulegt, sko, þetta skref er stundum hættulegt því að þegar maður getur starfað eitthvað og svo kannski veikist maður aftur það er svo erfitt, þú veist, að vita nákvæmlega það þarf að vera svolítið svona langtíma reynsla hjá manni sjálfum að maður geti þú veist, maður hefur ekki sömu orku í starfi og sömu menntun og alls konar en maður hefur þessa reynslu sem gríðarlega mikilvægt. Þessi grein sem ég skrifaði, það er meistaragráða í lífsreynslu. Akkurat. Því að mér finnst það að vera með auðvitað þeir sem geta menta sig, þá vilja þeir segja. Og maður verður svo mikil heimspekingur af því að verða geðveikur, sko. Og miklu næmar á fólk. Maður verður svo mikil heimspekingur og maður verður svona meira mannesku hugsandi, þú veist, ekki þessar peningar og svona staða og þannig. Það er ekki eins mikilvægt, þú veist, þetta er bara svona að vera góð manneskja. Það er það sem er eftirsóknarvert að maður líði vel þú veist, það er ekki sjálfsagt að fólki sé hamingjusamt eða líði vel þú veist, þannig að það verður svona eftirsóknarvert bara það að vera almennileg manneskja saman hvað það er fyrir hverjum einum. Akkurat. En þannig erum við að nýta mannauð en nú skulum vona að takist vel að það verði sköpum fleiri hlutastörf og mér finnst frábært hvernig Landspítalinn hafi núna stigið fram og skapað af því að mér skilst að þið fenguð ekki neitt auka fjármagn fyrir þetta heldur hafið þið bara tekið af öðru fjármagni. Og þau eru mjög hlý í öllu viðmáti gamlar þessu. Þetta er ofsalega mikið að skrifa og vonandi verður þetta á fleiri stöðum sko. Já, þetta svo að tala þetta fylgir þá nýju bótakerfinu. Já, það á að vera núna meira öryggi að maður getur unnið aðeins og það sé í lagi að maður dett út af því að maður er hræddur við sko, framfærsla, hann veit hann nú best að framfærsla skiptir rosalega miklu máli og maður har ekki áhyggjur af því að maður detti út eða eitthvað svona þannig að það á núna veikta fólki öryggi og gefa þeim tækifæri líka að fá smá peninga á eins og að það sé tekið krónu á móti krónu. Ég var einmitt að heyra sko, núna bara, ég er ekkert búin að kynna mér nýju lögin sko, en nú var ég að sækja endurnýjun aftur á endurhæfingarlífeyri, í gegnum heimilislækninga í rauninni. Og þegar ég fór til TR, ég þurfti eitthvað að skoða þar og þá var sagt við mig að það væri ný lög að taka gildi svo ég ætti ekki að, ef ég er að bið eftir geðheilsuteymi eins og ég núna þá ætti ég í rauninni ekki að líða fyrir það að ég sé á biðlista að ég fái þá
endurhæfingarlífurinn, svo ég vona þetta fari bara dett inn bráðum, sko. Ég vona það með þér í krossa fingur. Þið mætið fara á biðlaun. Ég veit ekki, ég bara... Þetta svona, ég alltaf lendi í því hana fyrir áramót, náttúrulega, þá dett ég út í að, Ég bara hlæja, stjórnmálamenn fara á biðlaun. Þú veist. En, ég vil líka sjá svona samvinnu samfélag, þú veist, það sem að fólk þykir það sjálfsagt að hver og einn eigi að fá að lifa af í þessum heim sem fæðist inn í. Og sama hver getan okkar hverju sinni, þú eða veist. hverjir eru í kringum okkur. Já, hverjir eru í kringum okkur, hverjir geta stutt mann og hverjir eru ekki þar, þú veist. Þannig að En kerfið náttúrulega á að vera þannig að styður þó að við eigum að vera, finnst mér, góð í því, þú veist, að styðja hvort annað í samfélaginu. Það einmitt, þú veist, að þetta svona, þú veist, að vera einhvern veginn svona milli í kerfinu þú veist, út af því að þetta hefur alveg verið rosalega erfitt, þú veist, og í rauninni þetta einn af til dæmis hlutunum, eða þáttunum í því að ég fer þarna í Maníu í desember og lendi inn á geðdeild, sko, en það var líka ekkert í gangi hjá kerfinu fyrir en ég fer inn á geðdeild og þá einhvern veginn fer allt í gang. Fer svona aðeins meiri eitthvað bolti í gang, þú veist, Ég fagnaði samt alltaf ef að manneskja fer inn á geðdeild, það ætti að vera, þú veist, maður finnur að viljinn til hendi að Já, þetta náttúrulega bara verið sjálfsagt, bara eins og að fara til heimilislæknis eða... Já, ég segi það, og ekki að vera eitthvað stigma. neikvætt eða eitthvað þannig. Nei, ég náttúrulega, þú veist, ég gerði mér ekkert grein fyrir þig að, þú veist, hversu hátt ég var uppi, þú veist, Oft þetta hvíld sem það þarf líka. Já, ég var ekki búinn að sofa til dæmis mikið og, þú veist, það var allir með áhyggjur í kringum, ég var alltaf bíinn og afa hana. Og svo þú veist, maður systir minnar, hann kominn á ég að skutla þér á geðdeild? Ég alveg bara, nei, ég er alveg góður. Og samt að tala um að löggan sé örugglega að hlera mig og svo, ég er bara með alls konar samsæriskenningar í gangi, sko. Og svo kemur lögreglan, ég er náttúrulega búinn að vera með það er alltaf sendt lögregluna fyrst, þú veist, til þess að tékka en svo svo var það bara, þau tækluðu það bara faglega og svo fer ég með sjúkrabílnum á geðdeild og ég var ennþá alveg í sjúkrabílnum bara, þú veist, en svo leið og ég kem inn á geðdeild þá einhvern veginn svona, já, ok, þú veist, ég þurfti að koma eitthvað, þú veist. Þetta tekur líka tíma, sko, þetta vinnur allt í hægagangi hjá manni. Ef maður ætlar að ná, þú veist, tökum á þú veist, því sem við erum að tala um, þá það þetta að taka tíma. En hann var að tala um fordóma hérna, ég er alltaf að fara í þessa ráðstefnu, það var líka samvinnu. Kannski fjöllum ráðstefnuna hérna við annað tækifæri, við fáum þau kannski aftur. Já, því það var verið að tala um fordóma samtíð að þeir sem hefur verið í fangelsum, sko. Akkurat. Því að það getur líka verið erfitt. Já. Og það er núna orðið miklu meira inn að vera áfölla miðuð nálgun og eins með fólk sem kljást við fíkn. Já. Þetta eru oft áföll sem fólk að vinna með en hingað til höfum við meira verið að eltast við einkenni og reyna að ná þeim niður í staðan fyrir að athuga hvað hefur gerst fyrir fólk og það er eflust eitthvað gerst hjá þér þannig að þú allt í einu ferð að missa tökin, sko. Og ekki bara við sjáum að einhver með maníu eitthvað svona og reynum að tikka einhver bóks. Og svo sem er líka, ef við varum komið í skjólshús, þá hefur þú kannski haft val að vera þar í nokkra daga með fólki sem að skilur hvað það gangi í gegnum og þá hefum við kannski getað sleppt geðdeildinni sem er miklu dýrara því þar er alls konar sérfræðingar. Við þurfum kannski ekki á öllum þessu sérfræðingum að halda þegar fólk er bara kannski að jafna sig og svo segir, kannski þar smá hvíld, verið í góðu umhverfi, verðum líka að hugsa um hvernig við notum þá peninga sem við höfum. Já. Og ég segi alls ekki að segja við erum að spara í geðheilbrigðismálum en nei, alls ekki, meiri peninga í geðheilbrigðismál, takk. Við þurfum að hugsa um hvað er viðeigandi hverju sinni. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, eitthvað sem að tekur gríðarlegan tíma líka fyrir maður sjálfan, þú veist. Og svo kemst fólk ekki eins og inn þegar vill komast inn á geðdeild. Já, það er líka eitt að, ég meina, vinur minn hefur ekkert mann samband við mig og hann er alveg bara, hann er það lágt niðri, og hann fer á geðdeild og er að biðja hann er að biðja innlögn og
þau vísa henni bara frá, þú veist, og það alveg... Þetta hræðilegt. En svo sér maður líka bara, þú veist, hvað það mikilvægt að fólk leiti sér hjálpar ef það í ógangum, þú veist, og að fólk bara finni að það geti treyst þeim sem að heilbrigðiskerfinu eða eins og okkur, þú veist, jafningjum eða hlutarkasetri, hugurafli og Geysi og fleiri stöðum. Mér finnst alveg hrikalegt að til dæmis á þessu mómenti hafi honum verið vísað frá. Út af því að hann var ekki á góðum stað og veist, þetta líka bara sýnir svo hvað það lagt lítið fjármagn oft í þetta kerfi sem að, veist, ætti að vera, sko, þetta ætti að vera eitt af bara okkar, veist, það ætti að vera mikið meira fjármagn í þessu, þetta bara mikilvægt fyrir bara að líða þessu bara, veist, ekki bara þá sem eru með einhverja geðrænar raskanir, heldur líka bara, veist, út í að hver sem getur við höfum líka bara svo margt fram að færa, þú veist, við höfum svo margt fram að færa þú veist, saman hvort við erum veik eða ekki öll eru gildir samfélagstegnar við höfum svo margt, þú veist, sem að við getum látið og við líka græðum náttúrulega mest á því að öll finnir sér stað í samfélaginu Akkurat. Svo þurfum við að tjekka á samfélagsgerðinni hvort að hún að hafa svona áhrif á okkur líði illa. Það er nefnilega mikið kapphlaup og einstaklingshyggjan alveg ofan. Tannhjólið og allt það líka sko það. Mér líður einmitt ekki alltaf besta sko. Mér líður svolítið einmitt að núna einhvern veginn mér líður, kannski ég, hef ég, þessir auknu fordóma sem ég hef kannski verið að verða var við, mér finnst þetta líka með svo mikið að því að það svo mikið einstaklingshyggja í gangi og fólk svo mikið einhvern veginn, allt fer svo hratt einhvern veginn, og allir einhvern veginn bara að hugsa sjálfan sig og einhvern veginn það eins og að verði eitthvað svona smá, detta eitthvað smá svona ignorance í gang, út af því að það var miklu með, allt í hennu finnst mér svona, ég var að, einhvern veginn í gegnum þetta allt, vera að sjá meiri fordóma og, mér finnst bara svo skrítið að sjá að fólk að leyfa sér að segja hluti eins og mig bara, þarft ekki að fara að taka lyfin, ertu ekki svolítið hátt uppi núna, þetta er bara ljótt og en þetta sýnir mér líka bara, þú hefur greinilega engin rök á móti mér og þú þarft að segja að ég segja og þú þarft endilega að benda það að ég sé með einhvern geðsjúkdóm. Og líka að það hentar ekkert öllum að taka lyf endilega. Og að líka bara, þó ég sé með geðsjúkdóm, að þá ég eitthvað minni einstaklingur fyrir vikið. Þetta er bara fáránlegt, sko. Orðin þín hafa ekki minna vægi. Að vernda þig. Og kannski þegar þú finnur að þú ert næmur og kannski viðkvæmur að bara halda þig frá samfélagsmiðlum. Ég held að þeir geta verið rosalega varma að verða. Þeir eru náttúrulega líka, en ég líka bara verið að taka eftir þessu, bara svona, ekkert endilega bara á samfélagsmiðlum. Heldur bara svona, kannski verið að, En þetta er náttúrulega bara, þetta er vandamál sem að mun aldrei, koma botna á þannig fólk náttúrulega frjálst að tjá sig en það er mjög óvægið ofta meðum og segir hluti sem maður myndi ekki segja svona maður við maður sko en ég held líka að og maður er oft lent í því sjálfur sko. ég held líka að út af því að kerfið er svona fjársvelt að þá er bara minni upplýsingar einhvern veginn geðsjúkdóma. Ég verð að segja því ég er alveg saman með fyrir meiri pening en mér er sko alls ekki sama hvað við munum nota fjármagni í. Ég er svo upptekinn að við þurfum að breyta hugmyndafræðilegri nálgun og læknisfræðilega módelið er allt í lagi til síns brúks en það á ekki að gína yfir öllu og ráða allstæðaferð þess vegna þegar við erum að tala jafningja það verður að vera val það sem notað jafningar áherslur og þær eru bara allt aðrar heldur en læknisfræðilega. Ég er einmitt að heyra þetta svolítið í fyrsta skipti núna og mér finnst þetta rosa sniðugt sko. Og ekki til að hafa það gegn hvort öðru heldur þetta sé til að auka val þetta á að vera svona samvinna heilsueflandi, styrkjandi minnka þjáningu, fólk getur valið við verðum að virða frelsi allra en það er samt verið að stuðla að því
að við getum lifað saman og verið hérna í okkar lífi, fattur mig, á þess að þurfa að vera að afsaka okkur fyrir einhverju fólki, akkur hlutir eru svona eða svona. Einstaklingsbundið, heldur þetta samfélagsmál. Þetta samfélagið og þetta hefur ekkert með þig eða mig eða aðra að gera, sko. Það rétt því að þér, Ebba. Og svo, þú veist, þegar ég tala meira fjármagn, þá náttúrulega líka að tala svona hluti, sko. Koma mínu að, sko. Þetta er í rauninni, maður verður sko að passa sig að taka ekki öllu svona persónulega, út af því að hérna... Ég sko alveg saman. Þú veist, heimurinn á það til að vera svolítið harður og maður verður að passa sig þegar maður glímir við geðraskanir eða geðvanda og svona, að taka ekki öllu persónulega. Og taka ekki heiminn inn svo maður fara að harður við sjálfa sig. Nei, að maður fara ekki að tala við sjálfa sig eins og heimurinn. Akkurat. Heldur setja alltaf góður við sjálfa sig. Já, ég segi það, og verður ekki að dæma sig eða eitthvað þannig. Heldur hérna, maður þarf að hafa svona uppbyggjandi og kærleiksríkt hugafar. Samtal við sjálfa sig. Já, nákvæmlega. Já, mér finnst þetta bara hérna gríðarlega spennandi verkefni og bara ég hlakka til að fylgjast með framhaldinu, því að núna náttúrulega erum við líka að missa úrræði, það til dæmis að loka hérna, Janus endurhæfing að loka til dæmis. Já, einmitt. Já, og fleira sem hefur verið að styðja sérstaklega fólk með hérna sem að Ég var einmitt í Janus og það hafði mjög gott fyrir mig að vera þar. Þannig að það eru svona, við þurfum að vera á varbergi. Já. En hlutverkasetur ennþá í fullum gangi. Já, það lifir að lifa aðeins lengur. Akkurat. Já, við verðum að vera, sko, við skulum kasta einhverju svona jákvæðin í framtíðina. Akkurat. Þetta er svo gríðarlega erfitt hérna, þú veist, ef maður leyfir sér ekki að bara treysta líka, þú veist, treysta að það sem maður er að gera og segja, hugsa, það er rétt, þú veist, maður hefur allt með sér að þetta muni ganga vel, það sem við erum að fást við. Og hérna, maður má ekki horfa ofan í svona botnlausan hyldýpi og segja, já, ok, nema, þú veist, ok, maður er ekki að fara þangað og við erum ekki að fara þangað. Við ætlum að vera hérna á uppleið og halda áfram að láta blóm okkar lýsa. Ég mæli með því. Þetta er bara mjög góð skilaboð til hérna til allra. Já, það er bara mjög mikilvægt að bara leyfa sér að láta ljósið í sjálfum sér. Lýsa leiðina fyrir alla þá sem þurfa á því að halda. Já. Og það þarf virkilega á því að halda. Já, akkurat. Bæði hefur maður sjálfur þurft á því að halda að fá þannig frá öðrum og nú er maður í þeirri stöð að gera það fyrir aðra líka. Þetta er keðjuverkandi. Þetta er alveg dásamlega jákvætt. En hérna, já, við fyrir nú að renna út á tíma en hérna er eitthvað sem að þið viljið bæta við að lokum. Ég kannski kalli ykkur aftur við tækifæri því þetta er svo stórt. Já, þetta er gríðarlega stórt umfjöllunarefni. Þetta er líka náttúrulega, þú veist, nú hefur náttúrulega hérna verið vaxandi fréttir af hérna ungum karlmönnum líður illa og svoleiðis, sko. Ég segi bara að allir ætti að fara meira inn í þessa línu sem við erum að tala um að þjappa sér inn í þessi grasrótarsamstök, styrkja þau, hlúa þeim, hlúa að ungu fólki, þú veist. Ég gef bara ákall til ráðamanna núna að styðja við svona notendaþekkingu og gefa þeim tækifæri á að þróa þjónustu sem þeir leggja áherslu á. Sem er einmitt verið að starfa í. Gera tilraunaverkefni og hérna leyfa landsbyggðunum að blómstra en líka öðrum blómum. Akkurat. Fleiri blómum að komast að. Fleiri blóm í flórunni. Sé ekki bara eitt fífill hann í tónum. Já, ein rós. Það er meira. Það er margt meira. Já. Heyrðu, bara að þakka ykkur innilega fyrir hérna Elín Ebba Ásmundsdóttir, Ægir Máni Bjarnason og Karl Kristján Davíðsson. Hún, hérna, konan þín Kolbrún Guðmundsdóttir þurfti frá að hverfa. En ég bara þakka ykkur innilega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Og við verðum hérna aftur handan við hlé. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.